En það var einhver á samstöðinni sem að birti frétt það hvað að einhver hafi verið að kvarta yfir því hvað þú talaðir ömurlega íslensku og við gætum ekki haft stjórnmálamann sem að væri með svona ógeðslegan hreim og svona Sko, þú sást þetta, hvað finnst þér? Og heldurðu að þið sé rétt lesið hjá mér? Þetta hefði ekki gerst, þeir hefði ekki byrt á samstöðinu þeir eru alltaf svona rosalega útlendingafriendly alltaf en svo þegar koma þessu Ég sendi komment og sagði woke till you need a lazy slur Ég las upprunalega komment en þessi maður sem skrifaði þetta fyrir maðurinn fyrir konan Gunnarsmára Svo þeir þetta fyrirvarandi maður konunars Gunnarsmára? Fyrir konur, já Já. Þau voru gift og þau voru gift Ok Kevin Bacon, 2 skref á milli En ég las þessi text en Var þetta komment undir Facebook-færslu? Já, hann skrifði eitthvað með eitthvað teikning Það rosa skrítið að gera frétt úr þessu Ég verð að segja eins og sko. Já, en ég sammála íslenskan mín ekki nóg góð og mér langar að vera betur og læra og ég búin að setja tíman inn að læra þetta en ég veit ég ekki með fullkomin íslensku Þú með mikið hreim, en ég meina þú talar fína íslensku en mér varst það bara svo þú veist, ég reyna ekki að tala það endilega Jú, mér langar þetta að koma aðeins inn á hvað íslensk menning og svona en mér varst það bara svo fyndið á samstöðinni ég svona, heyrðu það einhver að kommenta á Facebook hvað Sæþór Benjamin Randalsson talar ömurlega íslensku Ég held því miður það sýnir þessi hræsni sem til í ég kalla þetta stundum framkvæmt vinstri sem ekki Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling